Þorvaldur Gylfason, gjör svo vel, þú ert næstur. Já, formaður, góðir ráðsfulltrúar. Ég fagna þessari tillögu stjórnarskrárákvæði umboðsmann. Til þess liggja tvær ástæður. Önnur þessi, umboðsmaður embætti sem útheimtir vernd í stjórnarskrá. Vernd gegn hverju? Jú, vernd gegn því að löggjafinn kjósi að leggja embætti niður með lögum. Með þessi rök í huga vaknar auðvitað spurningin önnur embætti sem nákvæmlega sömu rökum þarfnast að minni hyggju sömu verndar í stjórnarskrá. Verndar gegn því að löggjafinn leggi þau niður með lögum af því að embættir hafi valdið óþægindum. Það var nákvæmlega þetta sem gerðist þegar þjóðhagsstofnun var lögð niður með offorsi og með hörmulegum afleiðingum. Og þess vegna legg ég það til við nefnd B að hún lengi þennan kafla stjórnsýslu og eftirlit með því að setja þangað inn samskonar verndar ákvæði þær stofnanir aðrar sem stjórnvöld kynni að fýsa að leggja niður. Ég nefni Ríkisendurskoðun. Hún þarfnast verndar í stjórnarskrá, hún safnar óþægilegum upplýsingum fjármál stjórnmálaflokkana til dæmis og við þurfum að girða fyrir hættuna á því að meirihluti Alþingis leggi Ríkisendurskoðun niður til þess að firra sig, það að segja þingmeirihlutan óþægindum. Hið sama á auðvitað við fjármálaeftirlitið. Það safnar óþægilegum upplýsingum bankastofnanir sem sumar eru og sannarlega voru nátengdar ríkum stjórnmálahagsmunum. Þess vegna þykir mér rétt að fjármálaeftirlitið njóti sömu verndar í stjórnarskrá eins og B-nefndin leggur til að umboðsmaður njóti. Sama máli gegnir samkeppniseftirlitið. Það fjallar stórfyrirtækin í landinu sem ríkir stjórnmálahagsmunir eru bundnir við og það þarfnast þess vegna sömu verndar. Ég nefni einnig Hagstofu Íslands, hún safnar upplýsingum sem stundum geta orðið æði óþægilegar. Hún til dæmis vanrækti að kortleggja þann ójöfnuð sem var hér á árunum fyrir hrun, hugsanlega af ótta við stjórnvöld, hugsanlega af ótta við að fara sömu leið og þjóðhagsstofnun. Þess vegna þarf Hagstofa Íslands vernd í stjórnarskrá. Ég hef sem sagt talið upp við hlið umboðsmanns Alþingis, Ríkisendurskoðun, fjármálaeftirlitið, samkeppniseftirlitið og Hagstofu Íslands auk þjóðhagsstofnunar sem við myndum með slíku verndarákvæði knýja löggjafann til þess að endurreisa með lögum. Þennan lista mætti lengja, Seðlabanki Íslands gæti átt heima á honum, Ríkisútvarpið gæti átt heima á honum, Þjóðleikhúsið gæti átt heima á honum, Hafrannsóknastofnun og þannig áfram. Og þá kem ég að hinni ástæðunni til þess að verndarákvæði í stjórnarskrá af þessu tagi eru nauðsynleg. Og hún sú að forystu þessara stofnana sem ég hef nefnt, hefur oft verið ábótavant vegna landlægs klíkuskapar við skipan í forystu fyrir þessar stofnanir. Það þess vegna ekki nóg að vernda þær í stjórnarskráni, heldur þurfum við einnig að kveða á það hvernig forysta þessara stofnana valin.
Verndarákvæðum umboðsmann á heima í þessum kafla stjórnsýslu og eftirlit á vettvangi B-nefndarinnar vegna þess að hún gerir ráð fyrir því að Alþingi kjósi umboðsmann svo sem verið hefur, samkvæmt lögum. En það veri einnig hægt að hugsa sér þegar við förum vandlegar yfir það hlutverk sem við ætlum forseta Íslands að skipunarvaldið í dæmi umboðsmanns væri fært frá Alþingi til forsetans og þá myndi hugsanlega ákvæðum umboðsmann flytjast yfir í forsetakaflan. Og þess vegna gæti það einnig henta ef við ákveðum að vernda þessar stofnanir aðrar sem ég hef nefnt að hafa þær ekki í stjórnsýslu og eftirlitskaflanum þar sem umboðsmanns ákvæðum núna heldur í kaflanum forseta Íslands ef við ákveðum að honum sé betur treystandi en ráðherrum eða Alþingi til þess að skipa forystumenn fyrir þessar stofnanir. Með öðrum orðum, það tvennt, svo ég dragi þetta saman, sem mér efst í huga hér. Annars vegar vernd stofnana sem geta talist ógna ríkjandi hagsmunum á stjórnmálavettvangi og hins vegar forystuvalið sem reynslan segir mér að við þurfum að taka frá ráðherravaldinu og færa það til innan framkvæmdarvaldsins og þá sé ég ekki aðra leið betri en að fela forseta Íslands það vald úr því að okkur þykir ekki henta að þjóðin fái að velja forystumenn þessara stofnana í beinni atkvæðagreiðslu. Forsetinn þjóðkjörinn og hann væri því staðgengil þjóðarinnar við val á forstjórum þessara stofnana sem ég hef nefnt. Takk fyrir.